Ég heyrði í vikunni, maður heyri svo margt á netinu og sumt hrífur mann og ég fór að hugsa, okkur er sagt að á himnum þá mun ljónið leggjast með lambinu og ekkert dýr mun áreita önnur dýr og það verður bara yndislegt, eitthvað sem við höfum ekki upplifað. En á jörðinni gerast hlutir í gegnum árin og aldirnar, sérstaklega sem varðar dýr, sem oft er svo hrífandi. Það fer oft fram hjá mörgum en aðrir sem fylgjast með eða taka myndir, varðveita þessar sögur. Og langar að segja ykkur sögu sem sýnir að heilagur andi hefur áhrif á dýrin, ekki bara fólk. Og andi Guðs, kærleikurinn, hann birtist í ýmsum myndum líka hjá þessum sem við köllum málleysingja, sem hafa þó sitt mál til að tjá sig. Og þessi saga er sönn, hún gerðist í raun og veru út í Kenía og hún er lítinn fílsunga, því miður þá gerist það að menn eru grimmur og þeir veiða og stelast til að veiða og í þessu tilfelli þá var móðirinn felld og litli fílsunginn mjög ungur og bjargarlaus. Honum var reyndar bjargað inn í svona munaðarleysingja hæli fyrir dýr út í Kenía, þar sem er hugsað dýr sem verða fyrir barðuna á veiðiþjófum og missa foreldri sitt. Og í þessu tilfelli þá var litli fílsunginn tekin í fóstur þangað og allt gert til þess að láta hann líða vel. En það er bara lítill fílsungi sem missir móður sína, hann er ekkert minna sorgmætur heldur en mannlegt barn. Hann bara var að veslast upp og það var eiginlega fyrirséð að hann myndi bara deyja. Því að sorg hans og einsemd og vanlíðan var mjög mikil. Á öðrum stað í Kenía, ekkert langt frá, þar var fallegur, gljáandi, svartur 10 ára gamall labradorhundur og hann var búinn að fylgja húsbónda sínum sem átti hjarðir af dýrum, hjarðir af nautgripum. Hann var búinn að fylgja honum trúfastlega alveg frá því að vera lítill hvolpur og hann vissi allt. Hann vissi hvernig átti að reka burtu óargadýr og hýenur og aðra sem ógnuðu lífi hjarðarinnar og hann las húsbónda sinn og allar hans bendingar og óskir bara eins og bara færustu dýr eða fólk eða hverju sem eru geta séð og lesið í merkjagjöf þeirra sem ráða og stjórna. Og hundurinn, hann heitir Skuggi, eða hét Skuggi, en litli fílsungi var kallað Tambo. Og þessir urðu fyrir sem sagt sorg. Tambo missti móður sína en það kom að þeim degi að húsbóndi Skugga, hann varð fyrir einhverju voðaskoti og hann sem sagt dó og Tambo var líka. Hann var alveg gersamlega óhuggandi og hundar sem missa húsbónda sinn til margra ára, þeir geta bara verið kyrrir þar sem atburðurinn varð og óhuggandi. Og það var þannig með Skugga. En einhvern veginn æxlast það þannig, dýralækninum í þessu athvarfi fyrir dýr, hann vissi af þessum hundi og hann bara fékk hugmynd. Og kannski langsótt þessi hugmynd, en hann fékk þessa hugmynd og hún var reynd og það var fylgst vel með öllu. Þannig að hundurinn var leiddur inn í nálægð og inn í herbergi þar sem að litli fílsunginn lá. Og þarna voru þeir báðir syrgjandi, missinn, annar bara í lífshættu, en Skuggi var bara, eins og ég segi, dapur, fullorðinn hundur. Og svo fylgst með þeim. Og það byrja rólega og hafði bara nokkru klukkutímar og fylgst með öllu. Og hvað gerist svo? Hundurinn, hann var ekkert að
fara að litla fílsungunum og þefa af honum eða áreita hann á nokkurn hátt. Ég glemdi einu. Fílsungin hafði fengið sýkingu í augun, hann algjörlega blindur, svo hann sá ekkert. En þarna var Skuggi hjá Tambo og þeir fylgdust náið með honum og skráðu allt sem að dýrin gerðu eða sérstaklega Skuggi. Og hann fór hægt og rólega. Það var bara á einni viku sem hann virtist vera að meta aðstæðurnar og lesa í þessa óbærilegu þörf litla ungans fyrir nálægð og hlýju. Hann fór mjög varlega að honum, hann var ekkert að gera mikið vart við sig. Svo fór hann að nálgast hann, svo fór hann að gefa frá sig hljóð sem voru ekki beint ýlfur, en svona lágt hljóð sem að líktist næstum því söng. Hvað getum við sagt, einhver vögguvísa, við vitum ekki hvað Skuggi var að gera, en þetta var mjög lágt og mjög nærgætnisleg hljóð sem fíllinn gat heyrt. Og svona var hann, þeir náttúrulega fundu lyktina hver af öðrum, en Skuggi færist ofurvarlega færði hann sér nær litla sorgmæta hálfdegjandi fílsunganum. Og síðan kom að því, nokkrum dögum seinna, hann setti loppuna ofurvarlega nálægt unganum og unginn kom svo stuttu seinna ofurvarlega með litla barnaranan sinn og fór að kanna þessa loppu. Og svo gerir nú ekki langasögu of langa. Þá kom þessi þróun hægt og rólega að Skuggi, hann færði sig nær fílsungunum þangað til hann var alveg kominn að honum og gaf honum hlýju og gaf honum að finna nálægð sína nær og nær. Og unginn fór að meðtaka, svo fór hann að nærast. Og út úr þessu varð, svo ég gerir nú langasögu styttri, það varð yndislegt samband. Unginn Tambo tók gleði sína þrátt fyrir blinduna og Skuggi tók líka gleði sína. Hann ýtti burtu sorginni og hugsaði svo alfarið þetta nýja verkefni sem var fílsunginn. Fílsunginn, Tambo, hann fór að nærast og Skuggi var bara eins og mammans og pappans og bara eina foreldrið. Hann sinnti öllum hans þörfum fyrir ást og nærveru. Og í gegnum árin, þeir voru óaðskiljanlegir og þeir voru aldrei skildir að. Og þarna voru þeir í mjög þröngu rými þannig séð, en það var farið að athuga með umhverfi þar sem þeir gætu þrifist vel saman. Þannig að þeir fengu fyrir rest stórt svæði, þar sem var skógur auðvitað og bara svona affrískt landslag, innan girðingar þar sem voru öruggir. Og Skuggi var alltaf með Tambo-vini sínum sem hann náttúrulega sá ekki neitt og Tambo var treyst honum 100% og þannig voru þeir vinirnir alltaf saman. Svo liðu árin og þetta vináttu samband þeirra og tenging, hún var bara óvéfengjanleg og falleg og dásamleg. En auðvitað eltist hundurinn og það kom að þeim degi að hundurinn var fann að tapa sjón og hann var orðinn bara gamall hundur, en Tambo var orðinn fallegur og stór og stæðulegur fíll, þó svo hann sæi ekkert að þá var hann þekkt hann orðið svæðið í kringum sig og bara þreifst vel, eins og náttúrulega blindum maður getur þrifist ágætlega ef hann þekkir sitt umhverfi. Og þá sjást að þetta var tekið upp allt og skoðað. Og það sást þegar að hlutverkaskiptin fór að skarast og breytast. Og Tambo, sem einu sinni var nærri dauðvona lítill fílsungi, orðinn stór og stæðulegur, hann skynjaði og vissi það að gamli fallegi svarti vinur hans Skuggi, að hann væri orðinn mjög öllur hrumur. Svo hann fór að passa hundinn, hann fór að passa vin sinn og svona hlúað honum svolítið, þangað til að hundurinn auðvitað dó.
En þá var Tambo orðinn stór og sjálfstæður og þetta var allt í lagi. Þetta sönn saga og maður spyr sig hvað Guð að segja okkur, að sýna okkur að 2 dýr sem við köllum máleysingja geta sýnt svo ótrúlegan viturleika og ástúð og bara skynsemi. Hundurinn var ekkert að vaða í litla fylsungan, hann var ekkert að flýta sér of mikið. Hann var að leyfa honum að finna kærleikann og nálægðina og bara byggja upp traust. En er það ekki þannig sem að Guð er að kenna okkur að við nálgumst, eins og sagt aðgát skal höfði nærveru sálar. Það kennir okkur jafnvel ómálga dýr geta fyrir heilagan anda, fyrir nálægð Guðs sýnt sannan kærleika. Þetta var nú jólasagan ykkar.